Hér í dag ætlum við að kynna ykkur sem sagt stefnumótun sem að nær til 2030 fyrirgefiði. Hún þó frá með þessu þingi ef að hún útskrifuð á morgun og þá myndi einhver spyrja sig kannski af hverju erum við ekki bara að keyra stefnuna til 2027. Við gerðum stefnu 2019 þegar komið að henni og hún átti að blífa til 2027 en þið skiljið kannski eftir þessa glærukynningu af hverju við tókum í handbremsuna og urðum bara að spyrja mikilvægra spurninga og ég veit að þið eruð öll að takast á við að líka út í klúbbunum. Það bara gjörbreytt landslag á mjög stuttum tíma, hefðu átt að gera þetta fyrr alveg örugglega en við reiknum alltaf með að það fer að róast en það hefur ekki róast. Þannig að það bara tímabært að ræða þessa hluti og setja skýrari fókusin í ákveðna málaflokka og eins líka skýra með okkur hlutverk. Þannig að við vitum hvað sambandið nýtist best í að gera og hvað klúbbarnir nýtast best í að gera til að allt verði sem farsælast. Þannig að byrjum samt á einu stóru takk. Ég sé hérna bara fullt af andlitum í salnum sem að ég alveg óbúslega þakklátt fyrir að séu búin að ég hafa verið tilbúnir að vera sjálfboðaliðar með okkur í þessu verkefni. Það eru marga milljónir sem að svona verkefni kosta og mér langar aðeins að fá að þakka bara hérna nokkrum fyrir utan ykkur sem að komið í salin að vinna með okkur á stefnumótunardeginu fyrir ekki alls löngu. Að þá langar mér sérstaklega að fá að þakka svona fyrir utan auðvitað stjórn og starfsfólki sambandsins að það taki vonandi til sín þessar þakkir en þá langar mér að þakka, ég sé Guðrúnu Ragnarsdóttur frá strategíu þarna aftast í salnum. Hún hefur leitt stefnumótunum okkar, hún hefur farið fyrir stýrihópnum og hefur verið með okkur í nokkur ár þannig að það var ótrúlega þægilegt að hún svona veit hvaðan við erum að koma. Sigurjón Hákonarson frá Fuglum, hann hjálpaði okkur og svo vorum við starfsfólkið og undirrituð að bara keyra þetta áfram. Þið komið að þessu, við erum búin að samtöl við ykkur út á landi og við erum búin að vera að reyna að skilja bara hvert viljum við fara saman. Svo annað verkefni sem að þið munu kynnast betur á morgun, golfmiðstöðin, þetta okkar svona alþjóðlega miðstöð. Sumir ykkur hafa aldrei örugglega heyrt okkur tala þetta en sumir tengja þetta við þjóðarleikvang en okkur full alvara og við erum mætt til leiks, búin að undirbúa fullt, búin að gera þarfagreiningu, gagnagreiningu og allskyns í samstarfi við VFSB. Verkfræðistofuna, þannig ég vil þakka Lilju og hennar teymi. Lilja, ert þú í salnum? Hún í keili, þannig að hérna, þið kannski kynnist henni þá betur á þessu þingi. En Óli afreksstjóri Binni, mótanefnd og afreksnefnd, Ragnhildur Sigurðardóttir og Theodór Kristjánsson sem kom líka að vallamatinu og þetta hefur náttúrulega átt sinn aðdraganda. Það voru fleiri sem komu að því að meta vellin okkar og þetta búið að hafa langan aðdraganda. Þannig að kæra þakkir, það var kannski það sem að maður myndi svona vilja segja áður en ég held áfram. Við ætlum að fara áfram hér. En þetta sem sagt aðeins myndin sem að þið þekkið, eða kannski ekki, kannski ég að segja ykkur fréttir hérna. En þetta kallar alveg klárlega á ábyrgð af okkar hálfu. Það að við séum orðið stærsta íþróttahreyfiafl á landinu, eitt af þeim allavega, ef við heldur svona áfram þá erum við tekin fram úr KSÍ á næsta eða þarnæsta ári. Þannig að þetta kallar bara skýra ábyrgð. Hvað erum við að gera og hvert erum við að fara? Og þetta sem sagt frá 2019 og ég var sjálf komin inn í stjórn þarna, þá aukning kylfinga búin að vera 65% og þetta kallar á þvílíkan höfuðverk út í klúbbunum hjá ykkur líka. Ég átta mig á því. En hérna verðum við líka að spyrja okkur, við erum íþróttahreyfing, við erum íþróttasamband, við erum með lögbundið hlutverk keppni, mótahald, að koma börnum og úrlingum áfram og vera með ákveðna nýliðun og þess vegna fannst mér ekki síður brýnt að við kæmum saman til að ræða þessa hluti, af fullri alvöru og að við þekktum markmið, hlutverk og sýn hvors annars. Þetta staðan og þið fáið auðvitað þessa sýningu bara, eða þetta sjó þegar hérna eftir erindið. En þetta staðan sem sagt, við ætlum að halda upp á þetta með pomp og prakt og telja alveg rækilega niður næsta sumar því við vitum að við förum í 30.000 kylfinga, við erum núna í 29.370 skráði kylfingar og við vitum auðvitað miklu fleiri spila og leika sér en þetta 30.000 manns og það gera 8% landsmanna, takk fyrir, til hamingju með árangurinn. Og þá kemur að þessari ábyrgð og hvernig ætlum við að forgangsraða verkefnunum og halda áfram til að ná áframhaldandi árangri. Því að hættan auðvitað sú að nú góðæri að við höllum okkur bara aftur og förum að slaka. Þessi gæða vinna og þessi vellir sem við getum boðið upp á í dag, þetta og ég segi það margoft, það voru margir hérna með þess að sitja í salnum þegar það voru 2.400 eða 3.000 kylfingar á Íslandi að greiða.
iðgjaldagjöldin, að þá voru líka alveg hópur manna, ekki kvenna, ekki að ég veit ekki vallarstjóra á Íslandi sem kona, nema náttúrulega Kate í GKG, en hún skosk. En þá voru allavega margir sem fóru í nám í golfvallafræðum. Og nú svona 20 árum seinna kannski það búið að skila sér í þessum gæðum og þessari þekkingu og við erum í miklu alþjóðlegu starfi og við erum að skiptast á mikilli þekkingu. Og þess vegna ég líka að svona minna okkur á það að þetta ekkert sjálfgefið næstu 10 og 20 árin. Þannig að við skulum aðeins hafa það í huga og það vonandi kemur aðeins fram í stefnumótuninni líka í leiðinni. Við höfum raðað þessu svona upp, við skiptum þessu niður í forgangsverkefni. Á bak við forgangsverkefni eru aðgerðaráætlanir og við höfum reynt að hafa þær allar aðgerðina niður á smart markmið. Þannig að þetta á alltaf vera mælanlegt og við höfum að geta sagt til 2030 hver staðan hjá okkur. Erum við að ná þessum tölum og erum við að ná þessum prósentu hlutvöllum og annað sem við erum að segjast alltaf standa við. Stefnu áherslunar okkar, þetta svona stóru flokkarnir, þetta kom svolítið eftir vinnudaginn okkar, að þá urðu þetta svona stóru stoðirnar í því sem við heyrðum ykkur segja. Svona skildu við vinnufundin að þetta yrði flokkað niður í golf fyrir alla og svo fer ég ekki smáatriðin hér en þið munu geta lesið það fyrir morgundaginn og við höfum sendt þetta líka út og við tókum kynningafund með ykkur. Þetta afreksstarfið, þetta ein af 4 mikilvægu stoðum sem við útskrifum þá af golfþingi. Það eru sterkir innviðir og svo samfélagið og umhverfið. Og þessi þáttur hefur auðvitað verið að koma sterkari inn og við höfum verið að setja og byggja ofan í djúpa og þunga verkfærakistu til að geta farið í þessi samtöl og erum meira sem með hugmyndir og samstarfsyfirlýsingar rannsóknir og frekara starf, til dæmis á Return on Social Investment. Við erum komin í samstarfið finnska virta 100 ára stofnun sem rannsaka bara áhrif íþrótta á samfélög og lýðheilsu og við erum komin með allt í hendurnar, þannig að það bara að keyra það áfram. Og það eru svona hlutir eins og efnahagslegu áhrifin og allt sem við getum verið að kynna, jafnvel betur, og þið gáfuð okkur, eins og ég skildi ykkur á vinnufundunum og í samtölum, þið gáfuð okkur skýrara umboð að GSI myndi stíga þarna inn og taka þessi samtöl líka, opinberlega og við sveitafélög. Og þá það hlutverkið. Þetta var hlutverkið sem við útskrifuðum. Það sem sagt að Golfsambandi Íslands leiðandi afl sem sameinar og eflir golfhreyfinguna. Það svo sem ekki mikil breyting þar á, en að Golfsambandi Íslands standi vörð reglur og gildi íþróttarinnar, ég nú ekki að segja neinum fréttir hér, en að við þróum og eflum afreks- og mótahald, og þið takið eftir orðinu efla. Þetta þarf að vera svolítið okkar sameiginlega verkefni að við ætlum að setja ákveðin tíma og ákveðin rými í þetta. Við ætlum að veita þjónustu og ráðgjöf til golfklúbba og vera málsvari íþróttarinnar, eins og ég var að ræða. Og svo að við leiðum framgang og gerum golf eftirsóknarvert og þá aðgengilegt fyrir alla. En þá það framtíðarsýnin. Við tókum aðeins og dustuðum rykið og spurðum okkur hver viljum við að framtíðarsýnin okkar sé. Þetta með ekki bara vera einhverjar setningar sem okkur þykja fallegar á blaði. Hún þarf að vera aðeins dýpri og við kveiktum svolítið á þessu og báðum ykkur að taka þátt í kosningu með okkur. Og við ákveðum að komandi kynslóðir elski golf íþróttina verði okkar framtíðarsýn. Og þetta rosalega margþætt. Þarna þurfum við öll að huga nýliðunni, hvernig eigum við að sjá til þess að við endurnýjum okkar kynslóðir, hvernig ætlum við að sjá til þess að sömu gæði haldi sér fyrir framtíðar kynslóðir og hvernig ætlum við að bjóða þeim upp á keppni og æfingar og annað eins. Þannig að þarna bara förum við svolítið beint í barna- og unglingastarfið og erum svolítið að huga að hugsum alltaf þá sem eiga að koma inn eftir 10 og 15 og 20 ár. Glæsileg framtíðarsýn. Og þá ekki síður gildin okkar, tala ekki þessa flottu fulltrúa golfhreyfingarinnar. Við tókum út aga og jákvæðni og ekki að við ætlum ekki að sýna aga og vera jákvæð, heldur voru þetta gildin sem var kosið það eru heiðarleiki, virðing og lífsgæði. Lífsgæðin tengjum við auðvitað öll við og munum nota í kannski tengslum líka svolítið við lýðheilsumarkmiðin okkar og annað eins. Heiðarleiki eru auðvitað bara grunngildi kylfingsins og svo virðingin eitthvað sem okkur finnst við geta verið að hamra enn meira á og haft sýnilegra og unni meira með að svo mörgu leyti. En aðeins að mótahaldinu þá. Hér erum við komin inn í þessa flokka sem að mynda þennan hring og þá erum við að tala það er hans að fá að taka niður gleraugun, ég komin hann aldrei þarf að skipta af og á.
En þannig að Íslandsmótið, við ætlum að endurmeta keppnisfyrirkomulag og skiptingu deilda, halda golfdaga í samstarfi golfklúbba, kynna starfsemi golfklúbba og virkja nýliða. Við ætlum að ná aðeins utanum, það sumir klúbbar að gera þetta gríðarlega vel en það kannski aðrir sem þurfa meiri aðstoð og kannski líka svona heildrænna verklag sem við kynnum og skiljum, að byrja á minni völlunum og vera ekki að hleypa öllum beint út á stóru vellina lengur og svo framvegis. Þannig að við búum til þessa stýringu líka svolítið saman. Og svo það dómararnir, við erum að tryggja að dómaranámskeið séu haldið með reglubundnum hætti fyrir héraðs- og landsdómara og dómaranefndin hefur staðið sig gríðarlega vel að halda markmiðum og ná þeim og við erum farin að bjóða upp á námskeið á netinu og það einfalt aðgengi og það einfalt fyrir ykkur að koma með hugmyndir eða sækja sjálf slík námskeið. Golfreglurnar, það bara eftirlit með mótaforgjöfinni og fjölbreytt mótahald, alþjóðleg mót, ég kem aðeins betur inn á þetta hérna í framhaldinu. En svo fjölbreytni og jafnrétti, það skiptir okkur máli og við útskrifum það líka að tryggja föst unglingamót land allt, samræma flokka og hvetja til þátttöku. Við ætlum líka að fjölga þáttakendum í golf 14 í aldursflokknum 11 til 14 ára og við erum svona aðeins að láta ykkur vita að það mikil og frábær fjölgun hjá unga fólkinu en það eru strákarnir fyrst og fremst sem að koma inn. Það vantar aðeins að passa upp á að búa til eitthvað skemmtilegt fyrir stelpurnar eða velja þjálfara sem ná sérstaklega til þeirra. Það eru einhverjir þættir sem ekki alveg að virka fyrir stelpur upp á að fá þær inn í hreyfinguna, hugum að því. Svo það rafgólfið, við þurfum auðvitað að fara að hugsa líka til framtíðar þar. Og þá það afreksmálin. Þið hafið séð þessa hérna vegferð sem við höfum teiknað upp. Við teljum okkur vera orðin skýrari í þessari nálgun. Hvert við að fara og eftir hverju við að falast hjá ykkur. Við erum að taka hæfileikamótunina frá og með 14 ára aldri. Það að hæfileikamótunin, hún ætti að gerast inni hjá klúbbunum fram að 14 ára. Þarna getum við verið mjög skýr í hlutverkaskiptunum að þið bjóðið upp á og passið upp á að 14 ára yngri sé að koma inn í klúbbana, að það sé boðið upp á æfingar og keppnishald í takt við það. 14 ára þá tökum við hjá sambandinu við þessum kylfingum og svo sjáum við þrepaskipt þarna 15 til 18 ára, 19 til 23 og svo þegar að kylfingar eiga orðið kost á að sækjum í forskott og við þið sjáum bandarískan fána þarna, við markvisst að setja bandarísku háskólaleiðina inn í vegferðin okkar, hún ekki eina leiðin, alls ekki og við hvetjum alla kylfingar sem vilja fara aðra leiðir og Óli náttúrulega bara manna fróðastur í þessum efnum afreksstjórinn okkar en við segjum samt það rosaleg fjárfesting í kylfingi sem fer inn í amerískan háskóla, bara umgjörðin og þjálfunin og allur stuðningur sem hann fær, þetta upp á 10 milljóna í fjárfestingu. Við eigum ekki þessa peninga og þess vegna að taka þetta svona markvisst áfram þessa leið. Og við ætlum að taka þetta enn lengra, við þurfum það oft verið að tala um þjóðarleikvang og það oft verið að tala um afreksmiðstöð hjá ISI og þakka ykkur fyrir að sitja þing með okkur frá ISI. Þau hérna fulltrúar og framkvæmdastjórn í ISI og þetta kallar bara alveg gríðarlega sterkt samtal. Við í góðu samtali en við aldrei með í hugmyndinu þjóðarhöll, nýja þjóðarleikvang en við sannarlega saman í afreksmiðstöðinni og þar vilja allir gera gríðarlega vel og það nýbúið að kynna til leiks afrekssjóð, launasjóð afreksfólks og þar ætlum við að sjálfsögðu bara hjálpa til og gera það sem við getum en við þurfum líka að hugsa okkar eigin vegferð, okkar eigin metnað og ef við ætlum að ná þeim árangri sem við að setja fram að þá þurfum við mögulega að fara í að byggja völl, byggja húsnæði en mögulega getum við komið okkur fyrir annar staðar, mögulega má aðlaga eldri aðstöðu. Þetta bara vinna sem við að fara í en við mætt til leiks. Við búin að taka og undirbúa fullt af góðum gögnum með sérfræðingur sem við treystum og við ætlum að sýna ykkur þann afrakstur á morgun. Þetta auðvitað bara grunnurinn að því sem koma skal en við að segja við þurfum bara að fá að hugsa þetta til framtíðar og fyrst og fremst ef að þessi kylfingar sem þið sjáu hérna, þetta tekið hjá Golf England, við förum með landsliðin okkar út til Spánar í æfingaferð og hérna fórum við til Golf England, höfuðstöðva þeirra sem að þau með í Spa Hill og þarna hittust þjálfarar, teymi og undirbjuggu sig áður en fóru svo á Evrópumótin út alla Evrópu. Þetta auðvitað bara gríðarlega mikilvægt og hver okkar aðstæða og ef allt orðið fullt í höfuðborginni, hvar eigum að komast inn með þessar æfingar og þessa hópa og hvernig ætlum við að gera þetta til framtíðar. Þannig að við biðjum aðstoð og samstarf ef ekki bara komið sér fyrir á einhverjum stöðum sem nú þegar í byggingu eða að fara á teikningar.
Þannig að við allavega ætlum að mæta með gögnin og við erum með allskyns valkostagreiningar og annað sem við erum búin að vinna, svona grunnvinnu. Þannig að horfi á þennan flotta hóp hérna og hugsi til hans, hvar á hann heima næstu 10 árin og hvar eigum við að eiga okkar alþjóðlega keppnishald. Ætlum við að setja stefnuna og að geta tekið hérna við alþjóðlegum atvinnumannamótum og svo framvegis. Það eru sannarlega tengingar til og allir tilbúnir að koma til okkar, en við þurfum svolítið að gera klárt sjálf heima fyrir. Þannig að þetta er bæði svona miðstöð sem að landsliðin og afreki geti nýtt annars slagið, við getum nýtt þetta undir mótahald, bara mótaskrána, en við getum líka verið í einhverju samstarfi. Ég held að þetta sé, já, það er auðvitað búið til tekjur, miða við þá aðstöðu sem við erum að teikna upp og ég veit að stuttarspilið bæði inni og úti og öll aðstæða sem er verið að teikna upp, hún er bara á heimsklassa, jafnvel algjörlega einstök. Þannig að við erum alveg að setja markið hátt og afreksnefndin okkar og mótahald og afreksstjóri eru búin að vera að setja gríðarlega vinnu í að spá í, þú veist, hvað er það besta. Þannig að við erum að kynna ykkur þetta morgun. Við segjum líka mannauður hér, af því að það var ekki í fyrri stefnu neitt minnst á þetta, en það er náttúrulega mikilvægt. Þið eru orðnir gríðarlega stóri vinnustæðir sumir sem að hér inni eru og ég spurði geringan áðan og þetta eru, Ómar, þú staðfestir 18 stöðugildi, heilsá stöðugildi. Þetta er ekki smá vinnustæður og sem að fer í 50 manns á sumri. Þetta eru heilsá stöðurnar sem ég er að tala um hér. Þannig að hvernig ætlum við að taka ábyrgðina og vera bara frábær vinnustæður sem að trekkir að fólk. Það á að vera spennandi að vinna hjá okkur. Við höfum verið að blæða út í vallarstjórunum og við höfum verið að ræða það að gera aðstöðuna þar góða og reyna að gefa fólki hugmyndir að það þurfi að huga betur að öllum þáttum, aðstöðu, öryggi og vellíðan starfsfólks. Þannig að hér komum við sterkt með það bara hvernig okkur þykir heppilegt að þið til dæmis verði fyrirmyndafélag ISI ef þið eru það ekki nú þegar. Það hjálpa bara til við alla stjórnarháttavinnu, huga að því eru þið með svipuð hlutfall í stjórnum, nefndum, eru þið með forvarnastefnu, eru þið með allskyns stefnu sem að styðja bara við gott starf og gerir gott starf jafnvel enn betra. Þannig að frábæri vinnustaðar, það getur verið markmið og við getum hjálpast að þar og að starfsfólk golfklúbba fái viðeigandi menntun, ég kom inn á það áðan, og góða aðstöðu og reglulega fræðslu. Að huga því að allir séu að halda áfram, að styrkjast og svo heiðranir og þakklæti. Við tökum það fram hérna vegna þess að við verðum svolítið vör við að það koma svona hólskeiflur af tilnefningum varðandi hérna merkin okkar, gullmerkin, silfumerkin og krossan og annað eins. Þannig að við getum búið til verklag sem er þannig að klúbbarnir þeir verði allir með einhvers konar heiðursveitingakerfi heima fyrir og svo tekur þing og tekur svona reglulega það sem að heiðursveitinganefnd tekur og skoðar á milli ára. Við verðum svolítið vör við það að við getum hjálpað hérna klúbbarnum sumum við að koma þessu kerfi í gang og tilgangurinn auðvitað þakka sjálfboðaliðum. Bara muna að þakka sjálfboðaliðum og hafa eitthvað kerfi utan það. Þannig getum við styrkt þennan þátt líka í mannauðnum okkar, þó að það sé ekki greiddir starfsmenn. Svo er það fjármálin, ég meina hér erum við bara að standa fyrir það að vera með ábyrga meðferð fjármuna og tryggja stjórnendur og starfsfólk sem fara með fjármál, það hafi þekkingu á fjármálum og rekstri og ég tel okkur vera að gera þennan hluta bara þokkalega vel, það er svo sem ekkert sem þarf að bæta en við viljum fara í stafrænar lausnir og skilvirkni eins og þið sjálfsagt, þannig að sjálfvirk bókunar kerfi fyrir hérna reikninga og annað og svo bara að efla og styrkja frá innlendum og erlendum samstarfsaðilum afla styrkja. Við erum að tala að fara ekki að skuldsetja sambandið, heldur að afla styrkja og passa að það sé ekki fara með í skuldsetningu, heldur að vera duglega að passa alltaf upp á þennan part líka. Og þar tel ég okkur líka vera að gera ágætlega við tryggjum svona ákveðnar tekjustóðir. Reglur og stjórnarhættir, það var ein stoðin þarna og það er að sinna lögbundnu hlutverki, siðareglum, forvörnum og siðferðilegum viðmiðum. Við til dæmis höfum innleitt verklagi kringum landsliðin okkar þar sem allir þurfa að kvitta upp á svona siðasáttmála. Það heldur ekki vatni gagnvart lögum, bara alls ekki, en við erum samt að þurfa að kvitta undir hluti sem að eru bara að tengja speintin í gildi hreyfingarinnar. Og svo það reglugerðirnar sem eru auðvitað bara okkar ær og kýr, samræmt framkvæmd golfregna og fylgja eftir innleiðingunni og miða þá allt út frá alþjóðlegum viðmiðum og þeim innleiðingum sem eru settar og gerð krafa okkur og svo lýðræðislegt gagnsæi ferla og að sambandi og klúbbarnir stuðla að heilbrigðum íþróttastarfi.
Við þurfum vist orðið að minna á þetta og ég skil ykkur alveg stundum að langa að taka inn fleiri og gera alls konar, en við verðum svolítið að huga að íþróttastarfinu saman. Það bara svolítið komið rautt flagg þar. Við eigum erfitt með að fá velli og ef við eigum að vera að halda út í mótaská sem við erum öll stolt af, að þá verðum við bara að starfa betur saman og þið verðið að fara með heim og ræða við stjórninnar að það þarf skuldbindingu stjórnar að ætla að setja völlin undir mótahald Golfsambands Íslands og ekki að rugla saman opnum mótum og mótum Golfsambands Íslands. Ég bið ykkur bara fyrir því. Það mjög mikilvægt upp á við náum að halda út þessar mótaskrá, annars þurfum við bara að pakka niður í og hafa færri mót. Þannig að fræðsla og endurmenntun dómara sömuleiðis og svo þróun og þekking næstsíðasti flokkurinn okkar. Hér ætlum við að samræma nýliðafræðsluna og leiðbeiningar og við ætlum líka að vera með gagnadrifna íþróttahreyfingu. Þetta upplýsingatæknin sem við erum að gefa í með þessi stafræna vegferð GSI og þið þekkið þetta. En að mótahald, þetta skila sér auðvitað í mótahaldið og sjálfbærnina og alls konar tengingar og þróun og kannanir meðal annars, þannig að við séum svolítið gagnadrifin og séum að leiða framganginn með gögnum og svona eftirsóknarverðum og spennandi hugmyndum og gögnum og skýrslum jafnvel og annað eins. Svo það samskipt á markaðsmál, það hefur oft verið spurt á sambandið að vera að skipta sér að markaðsmálum, hvað á sambandið að gera í fræðslu, hvað klúbbarnir að gera, því að klúbbarnir gera sumt alveg gríðarlega vel, en þá segi ég líka oft, stóru klúbbarnir eru fullfærir og gera þetta óbúslega vel, aðri klúbbar eiga bara bátt með og eiga jafnvel ekki fjármagn eða þekkingu til að gera þetta, þannig að við ætlum að búa til einhvern grunn, styðja við útbreiðslumarkmiðin utan höfuðborgarinnar, við erum að miða við 3% aukningu áfram utan höfuðborgarinnar og auka bókanir íslenskra kylfinga utan höfuðborgarsvæðisins 10%. Þannig að við erum metnaðarfull áfram í að fjölga kylfingum en utan höfuðborgarinnar. Umfjöllun afreksgolf, við erum að fara upp 20% árlega í umfjöllun hjá fjölmiðlum utan GSI. Við höfum hins vegar aukið alveg óbúslega mikið þessa umfjöllun og framsögu afrekskylfingan okkar og áhuga kylfingana sem að gera gott mót. Við ætlum að tvöfalda birtingar á samfélagsmiðlum, 10% árlegu aukning fylgjenda þar og 3 ný sniðmátt hönnuð og þetta svona bara kannski verkfærakista markaðsmála og þeir sem ekki í markaðsmálum og hafa ekki efni á því, þeir geta bara svona tekið þetta og svo ætlum við að dreifa gögnum á sveitarfélög og helstu hagaðila af þessum skýrslum sem ég búin að vera að nefna hérna. Þannig að þarna staðsetjum við okkur svolítið í kynningamálum, það segja samskiptum og markaðsmálum. Og svo það nýliðin og aðgengi, þarna erum við að setja stífan fókus á börn og unglinga. Við þurfum að huga stelpum eins og ég sagði og konum, við erum við markmiðum að ná 40%, við erum ennþá í 36, það var markmiðið okkar fyrir 2027, þannig að ég bið ykkur að hafa það í huga og svona það eru International Women's Days og það þetta virkja kvennanemndir og það bara spýtir rosalega í starfi, við vitum það. En börn og unglingar, þau eru kannski ekki einn sterkir málsvarar og við höfum oft rætt það. Þau eru ekki sterkar röddin í golfklúbunum að okkur þykir. Þannig ég veit að íþróttastjórnir að gera vel og sumir framkvæmdastjórnir, en muni eftir þessum hópi. Þetta sá hópur sem þarf að passa að komist að og komist inn. Þannig að við segjum við ætlum að fókusa og setja nýliðunar markmiðin og þróun vaxtar inn í börn og unglinga og konur. Við erum líka að opna faðminn fyrir þeim kylfingum sem eru að takast af við alls konar fatlanir eða eiga erfiðara með aðgengi. Við erum að setja markmið að koma inn alþjóðlegum keppenda á alþjóðamót fatlaðra og svo höfum við líka sett inn fast núna fyrir Íslandsmót. Í Íslandsmótsvikunni þá erum við með svona golfkeppni fyrir þá kylfinga sem að æfa allt árið kring en kepp ekki, þannig að við erum að bjóða þeim upp á keppni og við ætlum að fylgja, það heitir 8 Stage Pathways, það svona vegferð sem að EDGA, European Disabled Golf Association, rekur. Þannig að við erum svolítið að fara taktist líka að fylgja þeirri leið. Þá held ég að ég hafi aðeins farið yfir tímana, eða kannski ekki, en ég allavega, þetta komið frá mér og ég ætla að bjóða upp á umræður og spurningar. Ef að einhver til ég kannski að hlaupa með þessa hérna, ef einhver vill segja eitthvað eða spyrja, þá bjóðum við upp á það, en svo ætlum við líka að bjóða upp á umræður inn í afreksnefndinni til að ræða stefnuna. Einhver annar að hjálpa okkur? Notið tækifærið. Þið þurfið ekki, þið megið fara með þetta inn í allsherjarnefnd, en það hlýtur eitthvað að vera sem að þið myndi vilja svona aðeins spyrja út í. Er það ekki?
Er þetta svona skýrt? Eitthvað sem vil mótmæla eða segja eitthvað sem að honum fannst á skjön við hugmyndir það sem við gerðum á vinnufundinum? Ok. Ég tek þessu bara sem hrósi til þess stýrihóp sem að vann þessa vinnu þá og bara bjóðum áfram upp á umræður inn í allsherjarnefnd og svo vonandi þá bara útskrift á þinginu á morgun.